Gott kvöld og velkomin í Þjóðbraut hér á Hringbraut. Ég hafði tilkynnt að Eygló Harðardóttir yrði eini gestur þáttarins. Eygló aftur hefur afboðað sig með skömmu fyrirvara. En ég fekk í staðinn til mín Guðmund Kristjánsson, útgerðarmann í Brimi. Guðmund, ertu velkomin. Takk fyrir. Það framundan eru alþingiskosningar og flestir tala eða sem sjávarútvegsmálin eru svona eitt af helstu málunum væntanlega núna allan í kosningabaráttunni. Já, það virðist vera það. Já, og þá aðalega fyrir það hvað þið, hagnaður fyrirtækina, stóru fyrirtækina hefur mikill, samþjöppunin og þetta er það sem að fólk vil ná af ykkur. Já, eða hluta af þeim hagnaði sem þið hafi fengið. Já, ég held líka kannski að við höfum kannski ekki verið heldur líka nógu duglegir að segja hvað við höfum verið að gera og af hverju þessi hagnaður er til kominn. Að því að 1984, desember 83, þá valdi Alþingi að fara þessa ákveðnu leið sem við erum búin að fara núna í 30 ár. Já, kvótakerfið. Það er ákveðna kvótakerfi og fiskveiðistjórnin. Og kannski er að vandamál að þetta hefur bara gengið býsna vel. Já, það er nú ekki vandamáli sjálfur sér. Það er heldur frekar vandamáli með það að sérstaklega núna eftir hrun, eftir gengisbreytinguna, þá hefur verið mjög mikil hagnaður hjá stóru útgerðinni, þinni og öðrum. Já, það hefur gengið vel, en ef þú leggur þetta í samhengi til dæmis við alla bankana, þá eru við langt og eftir bankakerfinu sem sjávarútvegurinn. Og líka það að það var alveg nauðsynlegt að sjávarútvegurinn færi að skila hagnaði. Að því áður fyrr þá var alltaf tap á sjávarútvegi, það þurfti að fella gengið og skert lífskjör almennings. Núna er sjávarútvegurinn vel rekinn og hann er að skila miklum hagnað, hann er að skila miklum sköttum til þjóðarinnar. Og við erum, nú allt í einu við orðnir framalega á heimsvísu. Nú allt í einu fullt af útlendingum að koma til Íslands og tjekka okkur, hvernig gerir þetta? Akkur er þetta svona? Hvaða kerfi eru þið með? Já, en af því að auðlindin er sameiginleg. Við þjóðin á auðlindina og ef það er svona mikill hagur að því að sækja í hana, þá er það spurningin hvað afgjald þýði að borga til þjóðarinnar svo allir séu sáttir. Já, ég held nú... Já, flestir er náttúrulega aldrei. Ég held að við erum aldrei með alla sátt, alveg rétt hjá þér. En ég held að eins og deilumáli núna afgjald til þjóðarinnar, ég held að það sé ágætt að taka þá umræðu. Af því að ef við horfum á Ísland, þá eru við að skila miklu meiri sköttum en til dæmis Noregur og Evrópusambandsflotinn Færeyjar. Því Færeyjar er búin mikið til umræðu hérna núna. Þeir eru ekki að borga neinn veiðigjöld í Færeyjum og þeir eru búin að ofnýta stofnana sína og það er allt í rúst í bolfiskflota Færeyinga. Með á Íslandi gengur bara býsna vel. En það er alveg rétt hjá þér að það eru deilur núna hvað á greinin að borga. Og ég oft gaman að þegar þú segir að þjóðin eigi auðlindina, að við sem vinnum í sjávarútvegi, við erum hluti af þjóðinni. Bæði sjómenn og útgerðarmenn og allir sem vinni í þessu. Og við viljum nú meina að við séum að borga býsna mikið til þjóðfélagsins. Já, veiðigjöldin samt eru núna hvað ekki, 4,5 milljarður? Jú. Já, og voru lækkuð þrátt fyrir, svo sjáum við arðgreiðslurnar út úr fyrirtækjunum sem eru mun meiri heldur en veiðigjöldin og það er greinilega mjög góð fjárfesting í fyrirtækjum svo þínu, Grand og öllum þessu stóru fyrirtækjum með arðgreiðslurnar sem kom út úr þessum fyrirtækjum og það er eitthvað að því að þjóðin sem á auðlindina að hún horfir á þetta, það finnst að eiginlega geta borga meira til í eigin vasa heldur en til Já, þú verður kannski að taka 10 ára meðaldir. Ég held nú arðgreiðslurnar sem ekki meiri en svo ef þú tekur veiðigjöld, auðvitað þegar miða við kannski 2011 til 2013 þá gekk býsna vel hjá okkur og krónan var veik og allar innlendu kostnaðarhækkanirnar voru ekki komnar fram. Núna eru innlenda kostnaðarhækkanir að koma fram og gengi að styrkjast mjög mikið. Núna, það verður allir var við það og það þýðir að við erum að fá færri krónur og svona sem eðlilegt að olían lækka út í heimi þá þýddi það að kaupmáttur okkar þjóða minnka eins og Rússland það hefur ekki getað selt það kannski ekki beint út úr olíunni okkar ráðamenn bönnuðu okkur að selja þangað þannig að tekjurnar og sjávarútvegi að minnka núna en við náttúrulega erum tilbúinir, við komum mjög vel undirbúinir undir þetta en við erum ekki að það er engin óbóðsleg gróði í sjávarútvegi, Sigurjón, það er nú ekki. Við sjáum, við höfum fjallað hérna til þess að þessari stöðu, við fjallaðum til þess fjárfestingar
stóra útgerða í óskildum rekstri og þá voru ekki að tala við erum ekki að tala smáræði, við erum að tala mjög stór fyrirtæki sem að sterk sjávarútvegsfyrirtæki hafa keypt í algjörlega óskildu rekstri, það er ekki eins og það nú ekki nýtt. Nei. Það var áður fyrr og mástu sambandi áttu nú allt mögulegt Eimskip átti allt mögulegt og ég fyrir ekki það í sigurinn að íslensku sjávarútvegur í dag, þjóðin á að geta verið mjög stolt af honum en ef við erum að borga meira, þá erum við bara að taka umræðu þetta. Þú mátt ekki skattleggja kannski fyrirtæki A að því fyrirtæki B gengur vel. Það það sem við höfum líka gagnrýnt svolítið í veiðigjöldunum. Að þau eru bara, þetta eins og þú myndir ákveða eitthvað fastan skatt á hvern einstakling á Íslandi, burtséð frá því hvort hann hefur háar eða lágar tekjur. Það er alveg ekki sanngjarnt. Já, nú há veiðigjöld milli útgerða. Já, en það er að því að hvernig veiðigjald er útfært, að það á að bara taka það af útgerða þætti útgerðar. En ef þú fullvinnur aflan til dæmis út á sjó, þá þarf þetta að borga veiðigjald af fullvinnum afla út á sjó. En ekki þú vinna hann í landi? Já. Þannig að þarna ertu að mismuna rekstra umhverfinu og ég held að ég veit ekki hvað að segja, það væri gaman að sjá bara hvað eru aðra þjóðir í kringum okkur að borga veiðigjöld. Þurfa endilega alltaf að vera að bera okkur saman við það. Við erum bara með tölulega staðreyndir okkar sjávarútveg, burtséð frá hvernig hann annar staðar. Við þurfum ekkert að benda á eitthvað annað þegar að við höfum bara okkar tölulega staðreyndir. Getur ekki verið þessi ódýr að sækja sjó á Íslandi? Jú, gjöfulli mið, auðveldara? Jú, við náttúrulega höfum gert það sem aðra þjóðir hefur ekki gert. Er það að við ákveðum að búa til gott skipulag og þetta skipulag, þetta kvótakerfi var valið 1984 og það er bara sýnt sig að þetta er eitt besta kerfi í heimi. Að því það sem þú gerir er það, þú færir ábyrgðina af stjórnmálamönnunum yfir á greinina. Þannig greinin, hún varð að fækka skipum, hún var að taka sársaukafullar aðgerðir eins og það eru mörg sjávarpláss sem urðu undir í baráttunni. Mjög svo. Já, en það sem kemur á móti er það að þau sjávarpláss sem lifðu þetta af, þau eru alltaf að vera sterkari og sterkari. Fyrirtækinu verður sterkari og sterkari. Sjómenn á Íslandi eru mjög vel launaðir með til dæmis sjómenn ef þú tekur Suður Ameríku og fullt á öðrum löndum. Sjómenn eru hálauna menn á Íslandi sem er mjög gott. Já, en þú nefndi byggðirnar, sumar hafa farið illa og þar er fólk sem hafði unnið við sjávarútveg, rétt eins og útgerðarmaðurinn, alla sinni tíð, byggt sér þar heimili, síðan fer kvótinn og þá verða sitið eftir atvinnulaus og í verðlausum eignum og eru þá först og við þekkjum mörg dæmi þetta. Já, en þess vegna er ekki spurning. Ég og þú getum alveg talið upp þessi pláss, við þekkjum þau. En þá kemur líka þessi samfélagsábyrgð. Eigum við þá ekki að aðstoða þetta fólk eða þessi samfélög að annarkvort að hjálpa eða að gera eitthvað. Til þess erum við með sameiginlega sjóði og hversu getum nota veiðigjöldin í það eða hvað sem er. Að við verðum þá að hjálpa til en það er ekki hægt að byggja frystihús og togara í hvert einasta pláss á Íslandi. Það er ekki hægt. Nei, einu sinni var hlegjaði þegar menn sögðu eitthvað annað en eitthvað annað er orðið raunverulegt í dag. En það má segja að mörg af þessum plássum, ef við tala saman, Breiðdalsvík, Stöðvarfjörður, ef við heldum hverja fyrir austan, þau voru bara þurrkuð upp í rauninni. Þau eru að finna sér alveg óskylda starfsemi. Já, en kannski var ekki grundvöllur upphafið Sigurjón fyrir miklu rekstri í hverjum einasta plássi. Þú þurftir vélsmiðu, þú þurftir löggæslu, þú þurftir læknir, prest, svo vil allir framhaldsskóla og allt þetta. En sá sem hélt kvótan, hann fekk sitt, en fólki sem býr á stöðun, það fekk ekki, það er það sem við erum að tala. Já, en þá finnst mér svo gaman þegar þú segir hann sem var með kvótan. Eða hún. Já, byrju, það er alltaf lítið á þessu, eins og sé ykkur einn á hverjum stað með kvótan. Þetta voru samvinnufélög, þegar kvótakerfið sett á, þá er ríki og sveitafélög með 55% úthlutun veiðirétti. Það voru yfirleitt kaupfélögin, þetta voru þetta var ekkert einn maður og þess vegna er også gaman að alltaf verið að tengja sjávarútveg við einhvern hann eða hún eða eitthvað svoleiðis. Þetta er oft búið að vera umræðin þetta og sveitafélögin, þau urðu bara undir
og þú getur ekki bara sagt kvótinn fór, eins og við sjáum núna heima eins og Snæfellsnesi, það í vandræðum að fá löggæslu, fá lækna, menn gátu að koma sér saman einn framhaldsskóla í Grundarfirði, en ríkið búið að loka alveg á fullu, bönkum hefur verið lokað, pósthús hefur verið lokað, það búið að loka heilsugæslustöðunum, presturinn farinn, ríkið sem þá við eru búin að vera á fullu að loka á landsbyggðina. En hitt bætir ekki að svo, sko, ég ætla nú að ræða við fleiri en þetta, en ég síður það þá þannig að í sömu sveitarfélögum að þar eru einhverjir, einn eða fleiri, sem að ráða ansi miklu framgang samfélagsins, sökum þess að þeir eru handhafa kvótans. Já, það alveg rétt hjá þér og þá kemur líka eins og við ákvöðum, eða þetta ekki ég, en forfeður okkar, ákvöðu 1984 að kvótinn væri bundinn á fiskiskip, ekki til útgerðar manna eða sveitafélaga. Og þeir sem eru í forustusveit fyrir fyrirtækjunum á hverjum tíma, þeir ráða býsna miklu. Og við getum alveg sagt viljum við hafa þá stjórnmálamannin sem með þetta vald. Og ég oft hugsa það hérna eins og í Reykjavík þegar Orkuveita Reykjavíkur ákveða að fara að virkja upp frá, svo byggja eitthvað nýtt hús hérna, svo það bara handónýtt eftir 10 ár, þetta Orkuveituhús. Hugsaðu að stjórnmálamaðurinn væri núna að byggja öll fiskiskip á Íslandi, 9 fiskiskipin. Það nú til einhver önnur leið en þessar 2. Já, ég bara benda þér á að nýting auðlinda getur verið mjög gott að hafa í dag, má einstaklingur eiga útgerð, sveitafélag, ríkið, hlutafélag, samvinnufélag, þetta hefur gefist vel. En kvíðir þú því núna að í komandi kosningum að nú komi að önnur stjórnvöld, annars konar ríkisstjórn, þar sem eru flokkar sem eru jafnvel að tala að fara allar fiskveiðiheimildir á markað, kvíðirðu því? Nei, af því að hérna, ég hef búin að hlusta svolítið á Pírata og mér finnst þeir nú skemmtilegir, en stundum hugsaði ég var að lesa fréttablaði í gær að Stiglitz, þessi frægi hagfræðingur, var að segja að nýfrjálshyggjan væri dauð og þá fór ég að velta fyrir mér hvort að Píratar væri að taka upp nýfrjálshyggjustefnu í sjávarútvegi. Þeir vilja bara fara með allt á uppboð og peningarnir eiga bara að ráða, þannig að sá sem býður hæst í veiðiheimildir, hann fær þar. Og þetta hefur ekki gefið góða raun það er ekki einasti staður í heiminum sem hefur gengið upp, sem býður upp náttúruauðlindir fyrir peninga. En er þetta ekki þannig að greinin sjálf, sjávarútvegurinn, hún kallar það raunverulega yfir sig þegar við sjáum svona ofgnóttina, sjáum fjárfestingarnar í óskyldum fyrirtækjum, við sjáum við Morgunblaðinu, Pressmiðjunni 8, við sjáum það víðar og lengra aftur, við þekkjum þessa sögu. Það það ekki sko sjávarútvegur sem kallar yfir sig þessar breytingar með þessar auðsöfnu sem hefur verið? Já, verður kannski hafa þetta tvískipt. Eitt kerfið sem við erum með núna sem virðist búa til mikil verðmæti og svo þá hitt, hvernig eigum við þá að fara með þá hagnaðinn sem kemur út úr greininni og mér heyrist þá svona öllum að fólk sé sátt að setja auðlindagjöld eða veiðigjöld og þá eða auðlindaskatt á auðlindir og ég held að það sé ekkert óvitlaus skattur en þú verður bara að gæta þá jafnræðis bæði milli fyrirtækja innan sjávarútvegs og svo milli auðlind. Þú getur ekki skattlagt eina auðlind og ekki hina auðlindina. Þá ég talað eins og orkuiðnaðinn. Af hverju Reykvíkingar að fá miklu lægri húshitunarkostnað en Vestfirðingar eða Snæfellingar? Ef þetta sameiginleg auðlind, heita vatnið í íðrun jarðar. En á meðan við erum ekki búin að því, þá þurfum við ekki að hætta að innheimta auðlindagjald af sjávarútveginu. Nei. Þetta þarf ekki að haldast í hendur. En þú ert að hvetja til hins aftur. Nei, ég er að segja, ég er ekki beint að hvetja heldur. Ég held að sé gott að þjóðin taki umræður hvernig við nýtum auðlindi best. Og ég vil meina að sjávarútvegurinn sé dæmi velheppnaða aðgerð hvernig við nýtum auðlind. Við erum ekki með ofveiði í sjávarútvegi, fiskistofnarnir eru sterkir, fyrirtækin eru mjög heilbrigð, við erum með mjög gott starfsfólk í sjávarútveginu, við erum með tæknigreinar sem að þjóna sjávarútveginn, við erum með góða markaði, við höfum sinnt markaði allan heim og það fullt af menntuðu fólki að núna koma eins og upp í Matís og við erum að vinna hérna plástra úr skinninu og þetta róðinu á fiskinum. Þannig að við erum að gera rosa góða hluti og ef við getum fært þetta áfram yfir á næstu auðlindir, sér svo bláa lónið, hvað það er að gera vel, ferðaiðnaðurinn er að koma upp, orkuiðnaðurinn sem er svona mjög vel ríkisrekin,
stundum finnst mér hann ekkert of vel rekin. Nei, en í þessu samt það þannig að sko, þróunin sem hefur orðið 1984, þú búin að vitni svolítið til þess að við byrjum að sá þetta enginn fyrir að núna eru sko örfáa stæstu útgerðirnar með 50% af bolfiskinu til dæmis. Það sá það enginn fyrir. Jú, það voru einhverju hagfræðingar sem voru að tala það. Ef við vinnum með góðu kerfi... Já, nei, hefur ekki ekki á langt, Guðmundur. Hefur þessi hagræðing, þessi þróun farið fram úr sjálfur sér? Nei, ég held ekki. Ég held að þjóðin, hún vill vel rekin sjávarútveg, en við þurfum náttúrulega að taka samtal við þjóðina. Ef þjóðinni finnst við fara offari, þá verðum við náttúrulega að hlusta á þjóðina. Við verðum að hlusta hvað samfélagi vil. En ég náttúrulega leiður að því að það kom einhverju sjálfskipaðir postular sem þykjast vera talsmenn þjóðarinnar. Já. Og hérna, víst, þeir koma ekki að segja, já, mér finnst þetta, þeir segja bara alltaf þjóðin vill þetta, ég ekki hlut á þjóðinni. En ég held, ef við tala fyrir mig bara, ég held að þjóðin vilji vel rekin sjávarútveg og við skiljum ykkur góðu inn í samfélag okkar. Og þegar þú ert út í heimi, þá getur þú stoltur af þínu sjávarútvegi. Ja, en farið svo að við tökum upp hérna uppbúslið svip og færingar hafa verið að prófa núna, að þá getum við búið til þar hérna allskins girðingar að þitt fyrir því geti ekki keypt nema ákveði mikið magn og við ráðum því alveg hvernig við búum til girðingar í kringum þetta. Kvíður því að svona verði farið þessa leið, heldur að verði ekki þó menn tala það jafnvel núna? Ég myndi segja, ef við erum með mjög hæft fólk sem að búa til þessar girðingar, þá sem fagfólk, þá háskólamennafólk eða háskólafólk og úr greininni frá þá sjómannastéttinni, þá myndi ég kannski ekki kvíða það svo mikið. En ef þetta er að vera stjórnmálamenn sem hefur að búa til ákveðna girðingar, þá lítist mér ekkert á þetta. Að því ein ástæðan fyrir því við settum kvótakerfið á og þegar við settum hérna Hafró, að því við vorum leiðar að því að á 4 ára fresti kom nýr stjórnmálamaður fram og hann kom með þessa allsherja lausn sem bara virkaði ekki. Já, en hérna, hvernig sem við skoðum þetta, að þá hefur hérna orðið, að því nú ert þú hérna dreifbýlismaður, þú snæfellingur, að það hefur orðið mjög víða á landinu, það hefur orðið svona byggðabreyting, byggðaröskun, byggðaþróun, byggðaröskun kýs ég að segja. Og getum við með einhverjum hætti, með veiðigjöldum, með meira afgjaldið eitthvað, getum við gert eitthvað til að rétta hlut þessara byggða? Þú segir til dæmis eins og hefur fækkað það mikið til dæmis í Snæfellsnesi? Já, að það ekki lengur ástæða til að vera með prestar eins og nefna, eða pósthús. Er það vegna þess að fólksfækkun, ef það þróast áfram eins og þetta var fyrir kvótakerfi, þá er þetta mikið fjölmennari byggðir, meiri þjónusta? Nei, kvótakerfi, sko það vill enginn, við vorum vandræðum að borga reikning á föstudögum, það var að fara út í banka á þriðjudegi til að veðsetja afurðirnar til að geta borga út á föstudegi. Svo kom nýr skuttóri, nýr bátur, þá mætti allir þingmenn og ráðherrar því að þeir voru að drita út togurum út allt land. Það var ekki heil brú í þessu. Og fiskistofnarnir allir ofveittir. Það er feilega gaman að koma og gefa alltaf. Tala um að fá atkvæði 4 ára fresti. En ég held með byggðirnar að nú serðu túrismin, hann að koma upp og þá þurfa að vera alveg skýrar leikreglur. Og það er að vera gegnsæjar og opnar. Það er það sem allir þurfa. Þú getur ekki verið með svona leikvöld þar sem engar reglur eru og engin ægi og engin fer ekki eftir einu neinu. Það enda bara í vitleysu. En það er samt sem áður, þó þú sett með framsæki fyrirtæki og það allt saman, Guðmundur, þá þarf ofta að vera að verja hlutskiptið þitt. Fyrir mönnum eins og mér og öðrum. Já, ég held nefnilega að við höfum aðeins feilað okkur í sjávarútvegi að eiga samtal við þjóðina og íbúa þjóðarinnar það hvað við erum að gera gott og hvað við getum gert í framtíðinni. Nú til dæmis, þjóðin hún alltaf mennta sig meira og meira. Okkur vantar ekkert endilega alltaf sjómenn á skipinu hjá okkur. Okkur vantar kannski fólki í markaðsstarfið, í þróun, í rannsóknarvinnu og vöruþróun, pakningar. Það er þetta sem kemur, þannig að staðan fyrir að selja bara heilan þorsk úr landinu, þá seljum við þorsk kannski í 100 mismunandi aðferðum.
Það framtíðin, Sigurjón. En við gerum það ekki bara að vera allir hérna á trillum eða allir að rífast hver á réttin til að veiða. En ef við erum að borga of lítið til samfélagsins, þá verðum við að taka umræðu það. Já. Að ég tel að við sem að borga mjög mikið til samfélagsins og við munum auka það á næstu árum. Að því við borgum líka, það gleymist oft þegar við erum að bera okkur saman áliðnaðinn. Áliðnaðinn flytur út ál fyrir 250 milljarða og við út ál fyrir fisk fyrir 250 milljarða. Við borgum kannski 80 milljarða í laun inn í landið, en álið kannski að borga 15 milljarða í laun. Og svo auka áhrifinu miklu meiri í fiskinum. Nú ekki að tala illa álið. Ég bara segja að sjávarútvegurinn óbóðslega flott grein á Íslandi og við getum alveg verið stolt af henni. Þó að einn og einn sé að græða pening, þá ertu bara með skattkerfi og þá bara að taka á því. Já, en það meir en einn og einn sem að því, en aðalega þetta þó stóru fyrirtækin. Þú sagðir eitthvað, hérna þú komst til mín í viðtal annars staðar, eitthvað síðan það svona uppæði veiðigjaldana, þá varst að spá því að með þeim að þá yrði samþjöfnun. Hún hefur orðið, þú sér það núna, sístu. Það að því að eins og núna, einfalt dæmi, ef við ætlum til dæmis að fara verka þorsk í 9 vélunum frá Marel og Bater og Völku, þá þurfum við 10-15.000 tonn í gegnum húsið. Að því vélabúnaður kostar kannski 2 milljarða. En þessi vélabúnaður, hann sker beingarðin sjálfkrafa, við erum með vaskurðavélar, við erum með flokkara, þú getur pantað hjá okkur 150 gramma bita og þetta ekki hægt að gera á hverjum stað. Þú þarft á stóra einingu. En það stærðarhagkvæmni í sjávarútvegi og það við búnir að læra núna og sjá. Og þess vegna stóru fyrirtækin að vaxa svo hratt. Og svo líka má ekki gleyma því að það mjög gott fólk sem að vinna í þessum fyrirtækjum. Þetta mjög venta fólk, það mjög áhugasamt og þessi fyrirtæki vel rekin. Já, en þú segir þetta, þá leið hlaut sá minna verð undir, ekki? Jú, en það var markmið. Hann gæti ekki tekja milljarða frystihús. Nei, en ef við förum til 1984, að þá sagði löggjafinn að það verður að hagræða í sjávarútveginum, en þið verða að gera það sjálfir. Þið verða að ákveða hverjir sameinast og hvernig við þjöppum okkur saman til að búa til rekstrarhæfar einingar. Og það við búin að gera í 30 ár. Og finnst þér það vel tiltekist? Þú segir þetta góð atvinnugrein, segir þú? Mér finnst þetta vel tiltekið, en það sérðu núna erum við aðalega að rífast það hvort við borgum nægjanlega skatta inn í samfélagið. En það sem þessi stóru sjálfsfyrirtæki þau orðin burðarásar. Og svo má ekki gleyma því að nú að koma nýr iðnaður eins og túrisminn, eða ferðaiðnaðurinn. Hann verður kannski 3-4-falt stærri en sjávarútvegurinn eftir 5-10 ár. Þannig að þá alls gott að við séum tilbúnir til að geta keppt við túrismann. Keppt í hverju? Við verðum að geta borgað góð laun, þannig við höfum gott fólk hjá okkur. Þið borgið hærri laun heldur en ferðaþjónustan? Já, við verðum líka, en það líka eigum að gera. En akkur á ferðaþjónustan ekki stefna því að borga mjög góð laun. Hver veit hún sé að því? Nákvæmlega, þá það bara gott mál. Já. En það eigi að síðu þá það þannig að við höfum nú verið gagnrýnd fyrir sem hefur verið að spyrja þessar spurninga, en þá það þannig að þegar við horfum þá hefur orðið ótrúlega mikil byggðaþróun á Íslandi, eða byggðaröskun frá kvótunum. Hefði það orðið hvort þið þetta að segja það? Já. Þegar þú tekur bara árið kringum 1900 þá Seltjarnarnes verið kvótahæsti bær Íslands. Það var aðal útræði hérna á Seltjarnarnesi í þorski. Og það mun alltaf verða byggðaþróun. Mér finnst alltaf svo gaman þegar maður var í skóla og maður hitti fólk og þegar gerist breyting, þá það sé slæmt. Það bara ágætt að fá breytingar. Já, vissulega. Ef ég fæðist á Rifi, á ég þá þurfa að búa þar alla ævi. Nei, en það ágætt að fá breytingar. En nú verða væntanlega breytingar. Það verða áfram. Nei, já, það verða á bíli ef hérna að marka skoðanakannanir og svona vilja stjórnar andstöðuflokkana til að vinna saman eftir kosningar, þá nú mjög trúlega að verði breytingar. Heldur þú með það sem þú hefur heyrt og lesið frá þeim flokkum sem að sækja núna, Pírötum og fleirum, að sjávarútveginum standi ykkur ógnaði? Ég held ekki, að ég hef þá trú að það fólk sem fer á þing að þegar það kynni sér málið og gefur sér, þá vil ég að taka skynsamlega ákvörðun fyrir þjóðina.
ef það betra fyrir þjóðina að fá nýtt fiskveiðistjórnarkerfi, þá eigum við að skoða og athuga. En við eigum ekki að taka upp kerfi hjá Færeyingum sem þeir eru búin að nota í nokkra mánuði, þegar Færeyingar eru með allt niður sig á heimamiðum. Já, það kemur náttúrulega, sko, staða fiskja á Færeyjamiðum hafa ekkert að gera með uppboðið sem var hjá þeim í sumar. Jú. Að því að vandamáli í Færeyjum er það að þeir hafa ekki viljað fara eftir vísindalegri ráðgjöf veiðar í yfir 20 ár. Nú engin fiskur eftir á landgrunninu hjá þeim og eini fiskur sem skila virkilega aðri eru deilistofnarnir sem synda yfir lögsögu Færeyja og þeir hafa tekið sér miklu stærri hlutdeild en hina þjóðirnar hafa viljað samþykkja. Og það gerist þar að ákveðin fyrirtæki græddu mjög mikla peninga og það fór fyrir brjóstu á heimamenn. Þeir fannst þetta bara ósanngjarnt og þessna ákveður að fara í uppboðsleiðina. Já, ég veit það, en þeir bjóðu upp núna og fá margvalt að verð sem að... Þeir bjóðu bara pínulítið. Já, og fengu fína pening fyrir það. En það... Ef við fyrir nákvæmt, þú kallar fína pening. Þetta voru nokkuð tonn og það voru einhverju hollendingar sem bjóðu langhæsta verðið. Já, og... Já, og þeir þá bara að drepa niður samkeppni? Hvaðan komum peningarnir? Akkur Evrópusambandið ekki að bjóða veiðiheimildir? Bandaríkjamenn, Kanadamenn, Normenn, þeir veitir svona frábært kerfi. Akkur ekki aðra þjóðir að gera þetta? Allar ferðir hef ég þeir nú skrifið, það kannski Færeyingarnir verða kannski fyrirmyndir í málunum. Já, ok, þá myndi ég samt segja að við Íslendingar, við höfum að fara svona hægt og rólega gegnum gleðina dyr, sko. Og ef þetta virkar vel í Færeyjum, þá skulum við skoða það. Já, en Guðmundur, það líka, sko, meðal ykkar, sem eru með stærri útgerðirnar, að þið heldur ekkert einhuga í þessu. Þú með frystiskip fyrst og fremst, eða ekki? Jú. Já, og þér finnst þú borga meira heldur en þeir sem eru með landvinnslurnar. Já. Og þannig að það er svona óeining meðal ykkar líka Já, við höfum tekið, sko, málefnilega umræðu þetta, en við náttúrulega áttum ekki loka orðið. Þegar þingið átti loka orðið og við verum alltaf að hlíta því sem þingið gerir. En ég var til þess að benda á að ef við sækjum á fjarlæg mið og við fristum borð og þá hentar sá fiskur til dæmis mjög vel á Asíumarkað í sushi og sashimi, að hann sjófristur innan 6 klukkustunda. Svo annar fiskur sem veiðist nálægt ströndinni og við tökum hann ferskan í land og við náum að senda með skipum með flugvélum til Evrópu og hann borðaði ferskur. Akkur eiga þá fyrirtæki og sjómenn sem fara að sækja langt í burtu að borga miklu hærri veiðigjöld en það sem veitt nær ströndina því að arður verður til í vinnslunni. Það hef ég aldrei skilið. Nei, en það er þannig. Það er þannig í dag. Já, þú hefur mótmælt þessu. Ég hef mótmælt þessu öll 5 árin. En það tók mig 2 ár að fá upplýsingarnar að því að fyrri ríkisstjórn, hún vildi ekki sinni segja okkur sko, hverju borguð og hvernig þetta væri. Það var bara eitthvað svarthól. Já. En það er svo mikilvægt og þess vegna vil ég meina þessi okkur í sjávarútveginum að þetta verður alltaf verið upp á borðinu, gegnsæi, þannig að það er ekkert leyndamál hjá okkur í sjávarútvegi. Og ef þið eru óánægðir með okkur, þá náttúrulega verið að segja það. En eins og ég tek þetta þannig, þá er þjóðin ekkert óánægð með okkur. Ég held að henni finnist bara að við græðum á mikið. Já, vilja jafnari skipti. Það er ekkert að því. Nei, og þá er ekkert að því líka að taka umræðinu það og fara þá yfir það. Já, þú ert tilbúin í þá umræðu. Já, en það má ekki skemma skipulagi sem við erum með til þess að við bökum þá miklu minni köku en við erum að gera í dag. Það er það sem ég held að... Já, þú óttast að það... Já, ef ég les, þá held ég að sé út af því að það vantar þekkinguna. Píratarnir til dæmis, ég bauðst til að koma og fund hjá píratum og sjávarútvegsmál og skýrt út hvernig við verum að vinna þetta. Þá hefur þeir engan áhuga að fá neitt úr greininni til að tala við sig. Svo er alltaf einhverju ruglutappar að tala við þá. Já, en ertu ennþá utan heildarsamtaka í sjávarútvegi, samtaka fyrirtæki í sjávarútvegi? Ertu gengin í lið með? Nei, ég er ennþá fyrir utan. Og það er nú kosturinn að við megum vera inn eða úti og ég var ekki alveg sáttur hvernig þeir tóku á málum. Mér fannst til dæmis, ef þú setur veiðigjald, þá verður að vanda hvernig þú gerir það. Þú mátt ekki mismuna bæði fyrirtækjum eða rekstrar einingum innan greinarinnar. Af því þá á 5, 10, 15 árun þá ertu að skjóta niður kannski góða rekstrar einingar með vitlausum skatti.
eins og við vorum að tala áðan til þetta. Nákvæmlega. En hér verður við endið þetta. Guðmundur Kristjánsson útgerðarmaður, þakka þér fyrir. Þakka þér fyrir. Og hér eftir það Sigmundur Ernir með ritstjórnina, hjá honum verða núna Ingimar Karl Helgason og Jón Trausti Reynisson. En við verðum hér aftur klukkan 9 annað kvöld. Sæla sinni.